Þarna M-Fitness Þið að tengja Þú veit það lengi að byrja maður Við verðum að bíða eftir droppinu Má sjá 3, 2 Þetta pepp Það er kæru hlustendur gleðilegan föstudag Það er svo sannlega föstudagur í dag Já, rétt Herri, við erum komnir með frábæra gesti María Lena, stofnandi M-Fitness og Hannes kallinn hennar Hvað segir gott í dag? Bara hljómandi. Já, besta, Þið við tókum náttúrulega M-Fitness fyrir eftirminnilega í einum af síðustu ársendinga þáttunum okkar. Já. Ég gerir fastlega ráð fyrir að þið hafið hlustað á þann þátt eða hvað? Já, ég fekk mér áskrift sko. Þið deilduðu ekki áskrifstið það nokkuð? Nei, þið tókuð sig auðvitað þannig að þau eru mættið til að veita okkur aðhald. Það var hans sem margt að ránt þarna. Já, sko, aðeins kannski að fara bara svona yfir söguna líka og svo væri gaman að heyra eitthvað svona komment líka á hvort við höfum haft eitthvað rangt fyrir okkur og svona. Við höfum yfirleitt rangt fyrir okkur í hinn og þessu. En líka annað tímabil sem við fórum ekkert yfir sem að þið kannski segja okkur frá COVID. Hvernig var COVID fyrir svona rekstur? En við förum í það á eftir. Við förum í það á eftir, við gerum það eftir. Hvernig samt lífið svona almennt núna í þessu rekstur? Er það ekki góðið það? Jú, það er bara brjálæði að gera. Já, alltaf mikið eila sko. Já. Gekkja? Bara lúksus vandamál í rauninni sko. Og hvar eru aftur staðsett? Stórhöða 15. Stórhöða, er það fílingur hann upp á höðanum eða? Verður þetta ekki orðið íbúðahverfi bara eftir nokkur ár? Jú, það er bara mjög stutt, nokkur ár, þetta tekur alveg 20 ár eða eitthvað. Já, það er svo langur tími. Já, ég held það. Já, en er þetta ekki bara gott real estate play hjá okkur að kaupa? Þetta verður bara íbúðir? Jú, það var svolítið hugsunin, sko. Já, það? Já. En er það ekki rétt hjá mér, þorpið og þessar lóðir sem að vera að selja fyrir 2 vikum? Það er bara rétt hjá ykkur, eða ekki? Jú, það er bara nánast í liðana. Já. Og það er búið að skipuleggja byggð bara alveg að lóðin okkar en ekki búið að skipuleggja það sem við erum. Já, ok. Gæt skrítið, sko. Þannig að það gæti orðið skipulagt sem iðnaðarlóð eða? Nei, mjög líklega ekki, sko. Ég held að það er íbúðabyggð alveg upp að þessu. Já. Ég held að maður þurfi bara að fara að fá okkur lobbyista og Já, mér sýndist nú þarna þorpi, þau voru með fyrirvændi starfsmenn Reykjavíkurborgar sem komið þarna inn, svo gerist þetta. Þannig að þið bara þurfið að rekrúta einhvern frá Reykjavíkurborg og þá er þetta gott, sko. Já, maður hefur heyrt það, þetta sé svolítið þannig að svona, það er oft skipulagt upp að lóðum og svo bara beðið eftir að menn selji og þá kemur eitthvað gott skipulag, sko. Já. Þannig, Heyrðu, við skulum ekki drepa fólk með lóðaskipulagi. En þú veist, að sjálfsögðu diggi samstagsæðilar með okkur í dag. Payday, byrjum þar, bókalskerfið og reikningakerfið góða. Eru þið að nota Payday? Ég var að tengja það í gær. Í gær? Það líst mig vel á þig, þið heyrið það. Hvernig svona skiptast ykkar hlutverk? Ert þú marketing, hönnun, rekstur, eða ert þú rekstur, Hannes, hvernig? Sko, ég er svona yfir hönnuður í rauninni og ég sé fjármálin líka. Þú sérðu fjármálin? Já. Vel gert. Hannes? Svona sem tengist, eins og þetta, setur Payday, ég tek það með og heimasíðan. Já. Og tæknilega hliðin. Já. En hvernig er búið að vinna með Payday? Ertu eitthvað að heyri Björsa eða? Eitthvað Lárus talaði við. Lárus, hann er enda rock solid, sko. Gekk bara mjög vel. Þannig að við erum ekki alveg búin að skipta yfir en kveiktum á þessu í gær. Lítum mjög vel út. Og hvað þið að gera? Eru þá að færa þannig að vefsalan færi bara öll beint inn í Payday eða? Já. Vorum með annað bókalskerfi sem okkur líka ekki alveg nægilega vel við, þannig að það er mjög þekkt. Já, Payday er komið til að vera. Ég er hræddur það. Þökkum Payday fyrir nú Teygja einnig, Yngvi. Það hlýtur nú að vera á vefsíðunni, er það ekki? Greiðslulausnin góða. Og Arnar orðaði svo skemmtilega í síðast þætti, það er svona, þegar þú ert að fara í viðskipti, það átt að vera eins og þegar hundar heilsast, þeir hnusa rassinum og hverjum til að vita gjöldin og allt þetta leiðilega, svo verða það vinnir. Þannig að þegar þið farið í viðskipti, þá er að fara til Teygja og fá strax að vita, þetta er bara eitt flatt fí, er ekki hjá Teygja? Nei, Teygja er hægt að færa sig yfir. Það er heitt að skipta yfir núna. Þannig að skoði það endilega Teygja, þökkum þeim kærlega fyrir og að lokum í bili Jómfrúin til hljótu nú að hafa farið þangað. Ég trúi ekki öðru. Nei, en oft er talað þetta. Já, við verðum að fara að láta þetta. Erum við að setja ykkur inn á hotspot í það? Já. En eins og við höfum nú margótt rætt, þá er þetta bara miðstöð viðskipta, samninga og allt, þú veist, Jómfrúin, einn rækjukóktell og ákavíti og allir eru glaðir. Já, Marja reynda drekkur ekki, Hannes, erst þú eitthvað í ölinu? Ég fæ mér aðeins. Já, þá farið þau Karlsberg, einn ófenga fyrir Marju og einn áfenga fyrir þig á Jómunni. Nákvæmlega, þið eru það Karlsberg, Jómfrúin, þökkum þeim kærlega fyrir. Nú að
máli málana M-Fitness, hvernig, ef við ekki bara byrja þetta á svona Ég held að við þurfum bara að fara í söguskoðun Já, smá söguskoðun, hvernig Ég ætla að reyna að vita sem minnst þig, Marja. Ég veit náttúrulega frá Egilsstöðum og saman í mennskóla. Virtist samkvæmt þættinum vita nú ansi mikið. Já, ég fór yfir pappíra og fleira sko, en ég kem alveg kaldurinn í þennan þá. Hversu langt tilbaka ég var að fara? Byrjaði að skipta lag, bara setja hérna á Cozy Take 5 bara. Já, það búðin hjá mömmu og pappa? Já, sko, ég náttúrulega, eins og ég segi, frá Egilsstöðum og ég verði eiginlega að byrja bara frá því ég var 10 ára, sko. Því þá, opna mamma og pappi fyrirtæki sem var ljósastofa í bílskúrnum heima hjá mér. Þannig að ég var byrjuð að afgreiða það rosa snemma. Já, voru það ljósabekkinni fyrst? Já, fyrst var ljósabekkinnir og síðan bætti sér nærföt og náttföt og síðan kom tískufötin þar inn í bílskúrnum fyrst líka. Já, akkurat. Legendary bílskúr? Já, geggjaði bílskúr. Þannig að við hjálpuðumst öll fjölskylduna með hennan bílskúrsrekstur. Já. Og svo var það, ég man ekki, manstu hvað árið það var sem mamma og pappi fluttu 2012 eða 2013. Já, þá fluttu þau þess að reksturinn í miðbæ Egilsstaða. Já. Og ég hef alltaf verið, þú veist, að vinna hjá mömmu. Bara, já, frá unga aldri. Og miðbæ Egilsstaða, það þarna það sem að River í dag, eða ekki? Jú. Já, akkurat. Arnar hefur aldrei komið, við gætum þetta að setja hann svolítið í stell líka. Ég á þetta hotn alveg eftir, sko. Það er bara Höfn og Vopnafjörður og allt þar á milli á ég eftir, sko. En þú veist, allir svo voru ásett í landsvirkjunar á helgina og þeir vita alveg hvað miðbærin sko. Það er hann að beint á móti hótelinu. Já, einmitt. Og og svo náttúrulega var ég bara sem barn alltaf mikið í íþróttum. Þú veist, ég spilaði fótbolta og var í fimmleikum og keppti frjálsum og sumrin og svona, þú veist, það var bara, þú veist, eiginlega eina sem hægt var að gera á Egilsstöðum, eins og þú veist, Yngvi. Jú, rétt. Það er ekki keilaði bíó eða neitt þarna. Annarkvort varstu bara í íþróttum eða gerir ekki neitt, sko. Þannig að, já, og svo bara leið tíminn og ég eignaðist mitt fyrsta barn 2016, verð einstæð móðir þegar hann var 8 mánaða. Þú ertu fædd 93? Já. Já. Mér langar að spóla meira tilbaka og þegar þú talar um það, þú veist, reksturinn og foreldra móta þig og íþróttinnar og þetta. Fyrsta sem þú gerir er náttúrulega fjarþjálfun. Já, og þú varst byrjuð á Snapchat mjög snemma. Þú veist, hvernig var það? Þú veist, fjarþjálfunin, við vorum ekkert að spá því. Hvernig fékkstu fyrstu kunnana? Var það bara út af Snapchat eða? Sko, ég keppti fyrsta fitnessmótinu mínu 18 ára og var byrjuð að þjálfa í rauninni bara konur, bara mömmu og systir mína og bara vinkonur þeirra bara ekki með eina menntun bara þau kunni það og bara svona sjálfsmenntar einhver þjálfur eða þannig skilji þannig að ég fór í það er byrjunin, þú fór í fitness byrjuð að þjálfa ég var rauninni byrjuð í sjálfstæðum rekstina gæðslappa skilji 18 Akkurat. Og þá varstu ennþá í mennskóla já. Þannig að, já, ég byrjaði að þjálfa þarna nokkra konur og svo er það bara þannig, þú veist, sama eins og með M-Fitness hefur verið, að þú veist, ef einhver líka vel hjá þér, sama hvað átt að gera, þá lætur það vin sinn vita. Þannig að, það er svona mín reynsla, bæði sem þjálfari og síðan þegar við byrjum með M-Fitness. Já, þú veist, það hefur hjálpað mér ógeðslega mikið. Þannig að, já, og svo bara eitt leitt á öðru, ég var að þjálfa og varð einstæð, reyndi að flétja hann brasilísku íþróttafattalínu fyrst sem var síðan ég fekk pröfur af sko, sem var síðan ekkert að ganga þú veist, ég náttúrulega var vön að vilja í búðin en ég vissi alveg hvað virkaði þú veist, var að selja konum alla daga, allan daginn En þú veist, þetta brasilíska dæmi, er það þá bara eitthvað sem þú finnur á Instagram eða? Já, bara á netinu, ég var náttúrulega búin að vera úti að keppa í Bandaríkjunum með fitness og svona þannig að ég var búin að sjá þetta merkið þar og hafði aldrei séð að heyrt neitt þetta hérna fyrir ég fór sjálf út Já, varstu hvað þetta heitir eða? La Bella Mafia La Bella Mafia En sko, mér finnst þetta áhugavert því að þetta náttúrulega þykir mjög orðið svona eðlileg hugsun í dag að vera með eitthvað fylgjendahóp og lansa svo einhverju vöru til að selja þeim þú veist, á þessum tíma hvað ert að byrja með snappið 2013-14 eða eitthvað svoleiðis, já Varstu með þessa pælingu að monetæsa, svo má segja, þú veist, fylgjendahópin að einhverju öðru leiti heldur bara, þú veist, kannski að fá því í fjarþjálfun? Já, upprunalega var það náttúrulega þannig bara til þess að fá fólk í þjálfun og bara auglýsa þjálfunina mína og og í dag nota ég náttúrulega samfélagsmiðla líka rosa mikið bara til þess að promóta það sem ég er að gera ég er ekki mikið að auglýsa vöruna mínar en fólki finnst bara gaman að fylgjast með þú veist hvað við erum að brasa og svona En ertu ennþá mikið á snappinu? Nei, ekkert, Snappið var náttúrulega mjög heitt þarna á sínum tíma en mjög fáir að nota það í svona promotion tilgangi einhverjum eitthvað á endilega sinni vöru eða þannig sko
sem náttúrulega orðið bara eiginlega eina í dag sko, akkurat. sem samfélagsmiðlar snúast sko. Eitt samt hérna bara út í þetta, ég var að heyra daginn að engaþjálfar var orðnir bara munaðavara í dag, líku við að hérna, manstu hvað varst að rukka mánuðin? Hvað kostaði að vera í engaþjálfun hjá Maríu-Lenu 19 ára? Ég man það ekki hvað það var í sal, en ég man þegar ég bjó á Akureyri 2016, þá var þetta kringum 40.000. Sem þú rukkaðar á mánuði? Já. Þú veist að það var fyrir þá hitti ég kúnan 3 sinnum í viku. Já, ok, það svona oft. Já. Ég var nefnilega, hann var einhver að segja mér að þetta væri bara 70 skall plus í dag. Já, ég held það sé alveg rétt. Já, og ekki einu sinni þá með svona aðhaldi 3 í viku held ég, eða sko. Ég veit ekki, fyrir mann sem fyrir bara rektina og borga sér 9 skall, þá fólk að borga hvað, næstu í áttfald það bara fyrir að vera með engaþjálfara með, sko. Þetta, sko, það sem ég langaði að koma að þetta er mjög góð byrjun í rekstur held ég, fyrir fólk sem hefur áhuga á heilsu og ungt að fara í engaþjálfaran. Þetta er miklu meiri peningur heldur en bjóst við, sko. Já, ég hafa það bara mjög fínt, sko. Þú veist, strax frá því ég byrjaði, sko. Og þetta er náttúrulega bara ógeðslega næs ef maður er með lítið barn og hérna og einn og náttúrulega ráðstæða tímanum þeim sjálfur. Bara eins og þegar maður er í rekstri, þú veist. Hérna. Og þú ert einstæð, Akureyri flytt heim til Egilsstaða. Þú ferð til Egilsstaða áðurina. Já, ég sko hérna ég eignast Gabriel 2016 í september og býð þá á Akureyri. Hérna þegar hann verið 8 mánaða þá flytt ég heim og þá náttúrulega var ég bara, þú veist, húsnæðislaus, ég átti ekki bótur í bónum minni, ég búin að vera í fæðingarorlofi, þú veist, þú getur ekkert verið mikið að þjálfa, þú veist, þegar þú ert með lítið barn, bara andvögnætur og ömulheit. Já, akkurat, tengi. Já, hérna ekki eignast börn. Bara mjög erfitt og hérna, já, flytt heim til mömmu og pappa í 3 mánuði og hérna, og er svo bara að reyna að leita mér að húsnæðina sem er náttúrulega bara ræðilegt eins og er í dag líka. Já, fyrir austan þá. Erfitt, já. Hanna, já, bjóðina með pappa og hérna og byrjaði bara strax, þú veist, það var bara annarkvæmst til að drepast, þú veist, bara einstæð ég var ekki með eina menntun, þú veist, ég er ekki með eina háskólamenntun, sko. Þannig að hérna, já. Screw it, let's do it. Já, nokkulega. Þegar þú flytur inn þessa brasilísku vörur, varstu þá að velja á milli þess að stofna þitt eigið eða var þetta alltaf bara hugmyndin að flytja eitthvað inn frekar? Sko, ég vissi bara alltaf að mér langaði að stofna fyrirtæki og það var alltaf á planinu. Þú veist, ég man til dæmis þegar ég bjó á Akureyri og var ófríska sinnum mínum, þá var ég í viðræðum við Glerártorg og þá ætlaði ég að opna verslun eins og mamma er með á Glerártorgi. Áttu hún að heita River? Ég var ekki komið svo langt. Nei. Hérna, já, þannig að þú veist, planin var alltaf að stofna fyrirtæki og ég man alltaf átti þess að samræða við pappa bara, þú veist, hérna, að mikið fyrirtækjarekstur í ættunum á mér, báðum leggjum. Bara já, ég ætla að stofna fyrirtæki en ég vissi bara ekki hvað. Nei, þannig að það var bara svona eiginlega að pröfa, þú veist, ég ætlaði að opna búð hann á Akureyri, þú veist, það floppaði, ég bara, þú veist, hætti með barnsfæðum mínum, flutti heim, þannig að fyrsta hugmynd sem ég fekk, hérna, var bara að pröfa þessa brasilísku línu, en svo sá ég bara strax leið ég fekk fyrstu pröfunar að þetta var ekkert að fara að ganga, sko. Já, þú veist, ég fekk alveg fullan kassa af alls konar og hérna, og þú veist, bara sniðið hitt, þú veist, hentaði mér en þú veist, ég vissi bara að ég var búin að vinna í fataverslun, ég vissi alveg, þú veist ég gat ekki, hérna hvað segi, flutt inn vöru sem hentaði bara mínum, þetta er svo rosalega þröngur hópur, ég sá bara að það myndi ekkert fara að ganga þannig að þá var reyni bara reyna að finna út hvernig ég gæti gert eitthvað svona sem myndi henta breiðari hóp og þú veist, ég var náttúrulega meðfullt af konum í þjálfun líka þannig að hérna, það þarf að, já, þú ert með föt, þá verður eða svona, það sem ég langaði að gera var að hafa hérna íþróttalínu sem, þú veist, hentaði öllum þess að allir getur fundið sér eitthvað hæfi og með þessa brasilísku línu, það var aldrei að gerast, sko. Var það ekki ágætis reynsla samt bara að feila með það? Bara svona upp á, það lítur á að hjálpa þinn í M-Fitness? Jú, svona allt í kringum það? Jú, algjörlega. Ég, hérna, veit ekki hversu oft maður hefur gert eitthvað á vitleysu, sko. Lærir alltaf að því, sko. Og þá er einmitt, sko, ok, þetta floppar og ferðu þá bara, heyrðu, ég er ekkert að fara að flytja inn frá einhverjum öðrum, ég þarf bara að gera þetta sjálf. Já. Og hversu langt ferli er það að fá þessa föt og annað frá Kína á þessum tíma? Var þetta margir mánuðir eða? Sko, mesta vinnan til þess að byrja með var bara, þú veist, hvernig fer ég að þessu, skilurðu? Og hérna, eins og flesti viti í dag og ég komst að þá að þú veist, þú get aðgengu upplýsingum, þú veist, með Google og með YouTube og með alla þessa miðla í dag er bara endalaust, þú getur lært allt
það ekkert sem hún getur ekki lært held ég nema náttúrulega kannski eitthvað sem hún færð með reynslunni Já, akkurat og ég var bara, held ég bara svolítið á undan öðrum að, þú veist, uppgöta þú getur lært allt á netinu og, Eitt, já, rétt já, og, og þannig bara byrjaði ég, þú veist, bara hvernig bý ég til föt þú veist Ef að við bara eitt með þetta og ég get enga veginn sett mig í spór fatahönnuðar ef að við ætlum að búa til okkar eigin peysulínu hvað það bara svona ef við segjum við ætlum að gera peysu fyrir stráka hvað fyrir gegnum hausinn á þér það bara hefur verið snið, saumarnir þurfa að vera svona hversu flókið þetta? Þetta ekkert svo flókið Nei, okay. Þú veist, mér finnst það kannski auðvitað fyrir mig að segja það ég hef búin að vera að gera þetta í 7 ár já. En En þú veist, hvað varst að brenna á þig fyrst sem að í dag bara, að ég myndi aldrei gera þetta svona með fötin þá Já Þú veist eins og þetta, ertu að spá í saumum eða? Já, og þú veist hæð og streng og lengd og skálmum Streng? Er það þá strengurinn í buxurnar? Já, einmitt Okay. Já, þú þarft að hugsa í rauninu bara fyrir hvað hóp ert að hugsa þessa vöru og ef þú segir ætlar að búa þetta í peysu, þú veist, fyrir hvern á þessu peysa að vera og í hvað tilgang á þessu peysa að vera notu, ertu að hugsa þetta sem Dadbot, fyrir gauðra, með dadbot eða á þetta að vera æfingapeysa eða, þú veist, er þetta gert fyrir eitthvað fyrirtæki eða er þetta, þú veist og og svo bara fara út frá því, þú veist, ef þetta er cozy peysa, hvernig efni, þú veist, á það að vera flís innan og utan, á það að vera skilji Hvað skiptir mestu í æfingafötum upp á efni? Þú veist, fólk er að svitni í þetta og eitthvað svona, er það bara eitthvað annað efni sem þú setur? Sko yfirleitt er þetta polyester spandex eða eitthvað svona gerfiefni, þú veist, í allt svona sem við viljum svitna í og flestir kjósa svitna í, það er yfirleitt blandað einhverjum gerfiefnum en svo náttúrulega koma rosa mikið sterkt eins og við vorum að tala um áðan eituröfnin og þetta akkurat að fólk vill orðið líka fara meir í bómul og bambis og svo náttúrulega efni þannig að við erum með það líka á boðstólum það er bara svona hvert sínis hverjum sko. Óþægilegt að svitna í bómul Já, það er samt alveg margir sem kjósa það við erum alveg með marga crossfittara sem vilja bara bómullabóli sko. Ég æfi mikið í bómullabóli það er rosa mismunandi og sama með konunnar, sumar vilja bara bómull og bambusbóli aðrar vilja þetta Spáðu þú einhvern tímann í? Ég er bara aldrei spáði í bómull Ég veit ekki, ég er bara Gætur þú bætt á póliester eða þú segir mynd af póliester? Já, þú veist, nei, kannski ekki ég veit sirka samt hvað er náttúrulegt og hvað er gerfi, sko þú veist, maður finnur það, sko, ég er bara í gerfi held ég En áhugavert, þannig að takk fyrir að útskýra það þú ert augljóslega með þekkinguna og þú veist, þessi fyrst, hvað eru mistöki sem þú varst að gera í fyrstu pöntunum og svona eða bara voru engin mistök, þú varst bara búin að Sko, voru ekki droslega mörg mistök, manst þú eftir ykkur? Já, heyrðu, Hannes, Enter the Matrix Hvenær ferð þú inn í Matrixi? Er það 2016? Hvenær byrjuðu þið saman? Já, 2018 erum við að byrja saman Þannig að þetta er svona, það leiti Sko, ég man að við tölum svo saman í ár á hans að hittast Já, ok Ég bjó Egilsstöðum og hann bjó Reykjavík Það var bara þegar engamál var stærst Var það sko business eða var það bara persónulegt eða þú veist hvernig Bara persónulegt sko Mér fannst þetta alveg galin hugmynd fyrst sko þannig að segja mér hvað maður að fara að gera Þið voru bara eins og pennavinnir Tala saman Við vorum bara svona góði netvinnir og ég var ekkert að leita mér eftir sambandi ég var náttúrulega bara brend og bara ein og bara þú veist strögglið og þú ert ekki tilbúin þú veist að byrja með einhverjum í ástandi sem átti ekki bót fyrir bornaður og inn á foreldriðinum skilji þannig að ég ætla að uppliði ekkert ég hafði enga löngun í að fara í eitthvað samband á þessum tíma sko þannig að en við hittumst á Tinder og við tölum saman í ára og svo hittast og þá varst að segja honum frá businessnum og þér fannst það galið en varst að peppa Varstu ráðgjafi eða? Já Nei, just, ég er bara meira svona safe sko. Ég fór bara í háskólan og var bara komin í fína vinnu þarna og svona og en þú veist En hvaðan ertu upprunalega? Ertu að Reykjavík? Já, Reykjavík Og hvaðan úr Reykjavík? Fossvoginum? Já, sko smá íbúðahverfinu Það er hinum með við hólinn sko Þú ert víkingur? Já Ég skil ekki enda bara eftir íþróttafélögum þá veit ég hver maður er Ég verð að vita fyrst við erum konur á þessar nótur sko ferð þú til Egilsstaða eða ferð þú til Reykjavíkur eða hvernig Marja kom hérna reglulega Hún kom aðra hverja helgi var ekki? Nei, ég kom einu sinni í mánuði og hérna við hittumst eitthvað nokkru sinnum og svona fyrst í hádegismat Það er Reykjavík og hérna, svo fer ég austur að ég var hérna að vinna á KPMG og gætt
bara fengið flutning austur Já, einmitt þannig að svona þegar við erum að byrja saman þá er ég alveg í mánuð bara fyrir austan einmitt Það er heldur góða veðrinu og bara allir á stuppuxum einmitt þannig að það er bara næs og já, svo bara stutt eftir það flyttum María í bæinn og við bara byrjum að búa saman sko. Og hvenær, þú veist, eins og segir, þú ert hjá KPMG sem er kannski svona frekar safe growth trajectory fyrir flestum eða karýr stíin, gamli góði Já, gamli góði stíin Á hvaða tímpúnti segir þú bara, heyrðu, ok tími til að hætta og við fyrir bara saman í þetta fullt Það er ekki, já, það var svo áramótin núna 2022-23 Já, það er svona löngu eftir, þannig að, já, ok Já, þá er ég reynda komin til skattsins og komin ennþá meira safe Já, en þá var þetta bara orðið allt og mikið að vera í þessu með henni og svo senna vinnunni og svona, þannig að þá ákveðum við bara, ég færi bara full on í hann fitness það hefur bara verið frábært sko. og þetta er svolítið klikkað að hætta sko, segja upp vinnunni, vera bara með stætti tekjur því kannski náttúrulega þekki það fara bara allt í út í það að vera orðin svolítið svo flytja heimann sko. Þannig að já, en þetta er bara gengið mjög vel En María náttúrulega þekkir ekki neitt annað sko. Nei, hún þekkir neitt annað sko. En ok, þá voru við 2018 þegar að kynnast þú ert semst einn, þá bara ennþá með reksturinn og þú örgulega væntanlega hjálpa þá bara on the side Já, Og hvað þú veist, hvað eru lengi á Egilsstöðum? Ég man, þú sagði mér að þú veist, þetta var að byrja að vera það tíðaferði suður, hvað var áttu fyrsta búðin? Var ekki Selfossi eða? Jú, Rifur á Egilsstöðum, búðina með og síðan Galleri Ósson á Selfossi og svo fljótlega fórum við bara inn í útilíf einmitt eftir því og svo í rauninni bara eftir þessar 3 búðir þá fóru aðrar verslanir hafa samband Þannig að En ef dveljum aðeins á því, því við töluðum og það var núna komið fréttir og greina við þú veist, hvernig það byrjaði, fyrstu pantanar, þú varst bara að selja á Messenger, þekki þá sögu, útilíf, það er stórt, færð þú bara 12 post eða ert þú að sækja svona díl, hvernig gerist, hvernig kemst þinn í útilíf? Ég bara óskaði eftir því. Já, það er ekki meira en það? Nei, ég byrjaði að senda 12 post og svo bara einni ferðinni suður þá hitti ég innkaupa og samstarf var rosalega farsælt bara strax frá byrjun bara við settum inn svona mest seldu vörurnar á þessum tíma ég var náttúrulega ekki með brjála úrvar það var alveg strax í byrjun en svona bettiðum á bara fá að stæla og og það bara gekk ógeðslega vel og það er náttúrulega að komast inn í allar þessar búðir ekki bara útilíf líka allar smá búðirnar út af landið það náttúrulega hjálpar Og er þetta 2018 eða? sem að útilíf við sjáum allavega mikla tekjuhækkun þetta á milli ára 2018 og 17 fyrirtækið er stofnað 2017 eða ekki? Fyrsta rekstrarár ég byrja var það 2017? sem var komið með kennitölu allan að kennitalun er þá sko já ok, ég man það ekki þetta er allt saman í eitt þá erum við hér til að hjálpa þér en ég byrja allavega með þetta ég var með þjálfunna og ég byrja með fötin á minni eigin kennitölu 2016 Nei, örugglega fyrr, Já, ég vissi, ég manna það ekki en svo bara var þetta orðið svo rugglingslegt að þá fór ég til bókarans og hann reddaði mér þessari kennitölu Hálólands kennitölu Vitið hvað Hálóland er? Er þetta ekki gata? Nei Við vorum eitthvað að velta vöngum yfir þessi, ég man ekki alveg nógu vel en þetta var einhver notu kennitala í runni Já En vitið hvað Hálóland nafni stendur fyrir? Nei, segðu Ég sé hérna allavega Er þetta vísun í Noreg eða? Nei, okay. Ísland Laugardalshöllin áður en Laugardalshöllin var þá var brekki eða hús sem hétt Hálóland og það var svona okkar leikvangur stóð þarna það sem í Sólheimunum 104 En þið komið ekki með þetta nafnið það er kennitalan sem þið kaupið Já, okay. En þið svona tilengi ykkur Já, algjörlega og ég ætlaði að breyta nafninu á kennitölinni en mér langaði bara, en bókarinn bara svona gamall hann eitthvað Nei, þú gleymir því, þú heldur þessu, veistu hvað þetta er Ég bara, ok, það útskýra fyrir mér Mér fannst það svolítið cool Já, það er það, þetta er þá svona eiginlega upprunnilega þjóðarhöll Íslendinga Hálóland, skemmtilegt, þar hafið það Heyrðu, ok, og þú kemst inn í útilíf Mér langaði líka að spyrja á hvaða tímapunkti vaknað þú bara, ok, I've made it þetta er honum business er það bara strax 2017 eða er það bara 2021 sem að þeir eru bara, heyrðu, ok þú kemur á launaskrá hversu lengi ertu í óvissinu það hvort þetta muni verði eitthvað?
ég veit ekki, ég er kannski svolítið skrítin en þú veist, ég hef alltaf verið svolítið svona all-in eða ekki sko, þannig að þegar ég byrjaði með þetta þá var ég viss að þetta yrði eitthvað sko. Já, bara frá degi Já, bara, þú veist, ég er bara geðveikt. ég er bara geðið keppnismanniska og það er ekkert í minni orðabók sem heitir að gefast upp eða láta hlutin ekki ganga sko, ef ég læt það ekki ganga svona þá læt ég að ganga hins eginn sko. Þannig að en jú, þetta hefur þetta verið bara bölvað hark frá byrjun, þú veist, það er núna kannski fyrst sem þú veist, ég er ekki vinnandi öll kvöld, fattu ég mig þú veist, ég held að fólk kannski gerir sér ekki alveg grein fyrir því, jú, þá getur að opna verslun og svona, en að stofna eigin vörumerki og koma því á lækirnar, þú veist, þetta er bara búið blóðugt, það er bara þú veist. Ég gerir ráð fyrir í byrjun hafi bara kúnarnir eða fylgjenduðinir verið mestmegnis bara viðskiptavinir. Þú veist, er það þarna bara þegar þú setur þetta inn í útilíf þar sem þú byrjar að finna fyrst fyrir það eru kannski einhverjir aðrir heldur fylgjenduðinir svona farnir að Já, ætli það ekki og líka bara, þú veist, ég byrja náttúrulega Facebook like síðu áður en ég opnaði vefverslun og bara word of mouth, þú veist, ég heyrði það rosa mikið, ég náttúrulega tala við hvern einasta kúnna góðan daginn, fór að millifæra og kaupa buxur, þú veist bara á tjattinu og þá sögðu konunnar manni oft, þú veist, já, þessi vinkonu mín keypti hérna buxur og topp og var svo ánægð, þú veist, þannig að það kom rosa sterkt inn líka en jú, og svo auðvitað bara fólki sem, eða konuna sem var með í þjálfun, það er náttúrulega keyptu og svo í kringum jólin þá sendu kallandi mér og þú veist, já, kona minn langar að kaupa þessa buxur á þessa, þú veist Hvað varstu með marga fylgjendur á Snapchat svona? Guð, ég man það ekki ég er með eitthvað í kringum 8.000 á Instagram núna hefur verið eitthvað svipað held ég á Snapchat sko. Fluttist þetta yfir þannig að þeirra stories kom á Instagram þá færðist allt svona cirka 2017-18 þá sagði ég bara á Snapchat því ég væri hægt á Snapchat og ætlaði bara að færa mig yfir á Instagram og bara stóð við það og fór ekkert aftur inn á Snapchat og fólki færði, ég held að flestir hafa fært sig yfir sko. Ég held að þetta hafi verið á sama tíma og flestir voru að gera þetta Já, einmitt En blóðugt vaxi umfangi ef við tökum vöru þróuna og vöru flokkana þetta byrjaði með þessar, hvað þá, toppur og buxur Já, og einar halva buxur viðbót þetta var sem sagt einar leggingsbuxur sem voru frá extra small upp í extra large svo var það einar buxur sem ég átti bara pening til þess að fara frá extra small upp í medium Okay. Já, alveg rétt og svo var eitt toppur líka þannig að það var svona einar halva buxur og eitt toppur En teljið þið þetta sem 3 skuð eða er 1 skuð fyrir hverja stærð líka? Kallið þetta skuð? Útskýru skuð bara svona fyrir Fræðin er skuð bara eining eins og inn í hverja hagkaupsbúð eru kannski 40.000 mismöndu vörur hægt að kaupa Þú byrjar þarna á 3, segjum bara þetta séu 3 Hvað eru með mikið í dag? Vá, maður hefði látt að kíkja á þetta áður maður mætti Þú veist, er þetta í hundruðum eða Var ekki einfaldast að segja bara strikamerkin Jú, eða basically það Ég ætla bara að finna út hvað skuð þýðir Stock keeping unit Stockkeeping unit, já Það er, jú, við erum með þá bara hvert skuð fyrir hverja stærð og svona Já, þá er það, þú veist, í rauninni fóstu inn þá með 8 skuð eða eitthvað Og þetta er í 1000 í dag Já, ég myndi halda það Og þú veist, fyrir ykkur 2 að managera þessu maður myndi halda að maður þyrfti að vera helviti greindur eða með mjög mikla reynslu Er þetta bara Shopify sem stjórnar eða hvernig þú veist birgðahald og lager og inn í Shopify og já, það er bara gengið rosalega vel sko tæknin er góð sko Og hvernig hefur þetta vaxið? Þú veist, var þetta bara, eru þið bara að bæta við ykkur 100 á ári eða eru þið komin í stopp núna? Búist við að vera 10.000 skuð eftir 2 ári eða? Það er góð spurning, ég veit það ekki en við tökum bara púlsinn hverju sinni, þú veist, við vinnum alltaf ári fram í tíman, þú veist, til dæmis eins og núna er apríl og þú veist, við erum búin að loka árinu, skiljið þú veist, við skiptum árinu niður í 4 season, þú veist, það er janúar, febrúar, mars apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember og það er bara vissar vörur sem koma hverju tímabili skiljið, þannig að þú veist, við vitum alveg hvað er að fara að koma þú veist, út árið og ég er búin að plana hvað magna að koma í öllu, skiljið þannig að þið pæling sko með eins og byrðarhald og svona þeir eru með hvað 1000 stock keeping units þetta að einhverju leiti automatist pöntunarferli eða eru þið bara að panta inn bara nákvæmlega bara handvirt fyrir hvert þú veist en þið eru ekkit með eitthvað svona system sem að ráðlegur hversu mikið ætti að panta bara svona bestunar system í kringum þetta. Er þetta bara insight sem er að stjórna? Já, þú veist, já, basically ef við þetta hefur þróast svolítið mikið sko eins og þú veist uppalega var þetta ekkert þannig að við vorum að taka svona
4 season á ári og eitthvað svoleiðis, þá var þetta meira bara svona Pant eftir hendinni. sko. Já, Svo bara Þannig að þið eru bara alltaf að vera skipulagari Já, Já, í rauninni sko Þannig Þannig að þeir eru ekkert með eitthvað svona líkan sem að bara svona jú, sem þú segir veist, bara ef við erum pantið með 20 af Það er þessu heilin á Maríu Já, þú veist, ef við erum með til dæmis þessu, þú veist, best seldu buxnur okkar seljast í ykkur vissu magni, þú veist, mest í medium og lalala, þú veist, við erum með bara Excel-skjal fyrir það, þú veist, og svo er ég að koma nýja vöru sem er sambarileg og ég tel að ég vilja eiga kannski þetta marga mánuði, þá áætla ég bara samkvæmt, þú veist, því sem ég veit af buxum sem eru sambarilegar, skiljiði. Þetta er raun eina sem við erum með, sko, en annars bara, þú veist, Já, eða þú veist, heldur öflugt með að við hversu mörg, þú veist, ef við tölum skuð þið eru með, sko, það hlýtur að alveg að vera hausverkur, sko. Við höfum einhvern veginn gert Excel-skjala sem við tókum saman, bara sölutölur eftir stærðum og svona, þú veist, þannig að við höfum svona allan að prósentutölur, þú veist, ef einhver vara er að koma í 5 stærðum og það sjáum við alltaf 40% í medium, þannig að við svona fikra okkur áfram í þessu, sko. Eitt hérna, mér finnst alltaf gaman að spyrja frumkvöðlega mistök, ekki það til að reyna fellingur, heldur bara til að aðri geti lært að þeim. Þú veist, í þessu rekstri hefur einhver vara hjá okkur bara floppa feitt, þú veist, þetta var bara gerðum þessa buxur, það bara þú veist, seldist ekkert, eða allir sem keyptu hana voru bara, heyrðu, þetta er alltaf þröngt, eða þú veist, hefur eitthvað floppa bara algjörlega? Ég man eftir einu skipti þá var ég að gera svona dökk græna buxur og efnið litað, þá er það bara sett í ferli og efnið er litað og það fór bara úrskeiðis, þannig að svo þegar við fengum vöruna í hendurna, þú sást það ekki á buxunum, en svo þú fóst í buxnar þá sá maður bara eitthvað að fara úrskeiðis, það var bara efnið ónýtt, litunin fari, en við seldum þá þær vörur ekki, sko. Þið bara takja úr? Já, þú veist, þú selur getur bara gallað, sko. Við höfum alveg passað okkur á því að, þú veist, ef það er einhvað vesen með eitthvað, þá maður selur ekki gallaða vöru, það er ekki boði og gæði er bara nummer 1, 2 og 3. Já, mátið þá alla pantanir eða hvernig er gæðastjórnun hjá ykkur þá? Við erum búin að fara út og hitta verksmiðnar. Já, bara treystið. Já, og þetta er bara, þú veist, við erum ekkert að framlega vörur í ykkurum, þú veist, sitt í verksmiðum. Við erum bara með ógeðslega góðar solid verksmiður sem eru að framlega fyrir stærstu brendi heimi. Þannig að þú veist, það hefur ekki verið neitt vesen. Jú, þetta getur alltaf komið einu sömspretta, en ég meina það er bara öllu skilið. Já, akkurat. Þú veist, þá tækla maður það bara. En heilt yfir hefur þetta gengið alveg bara lygilega vel. Já, mjög vel. Já, ekkert svona, ég var að vonast til þess eitthvað var í gegnsætt og bara allir brjálaði. Það virðist ekki vera. Ég man ekki eftir neinu alltaf. Nei. En ok, heyrðu, fasteignakaup. Já, býðum aðeins með það. Hvenær var það aftur? Var það ekki... Já, sko, ekki beint kaup. Þið byrjuðu náttúrulega að fara í ágætlega stórt húsnæði sem var hvað, 200 eða 400 fermetrar? Já, við byrjum í 63. Nú, já, 60. Ég verður meila að segja áður en við gerum það. Því að fyrst þá höfðu þetta bara inn í íbúðinni. Já. Og það var svona lítil mjó geymsla út frá stæðinu í bílakjallaranum og við vorum fyrst með lagarinn þar, tókum inn sendingar inn í bílakjallaran, brettin, og tókum og flokkuðum þar, settum þetta í geymsluna og svo var þetta komið í litla geymslu upp í íbúðinni líka og þetta var svo mikið að við varum búin að stapla kausum hringin í rúmið og þú veist að príla yfir rúmið, yfir kassana til þess að komast í rúmið. Þá var ég bara ok, við verðum að losna við þetta úr íbúðinni sem var líka bara alltaf í vinnunni. Þú veist, ég man að við fengum töskusending og hún var bara á miðju stofugólfinu út af því að það bara komst ekki neinstæða fyrir. Þannig að þá fórum við og leigðum var ekki 60 fermetrar? Jú, 60. Upp á Esjumilum, þannig að það sem útilegumadurinn er svona baka til iðnaðarbil þar. Já, akkurat, leiðin út úr bænum. Já, og vorum þar í, man ekki, var ekki 8 mánuðir eða ár? Jú, 8 mánuðir. Já, ætlum náttúrulega að vera þar ógeðslega lengi, sko. Sprengdum það bara utan á okkur. Og þá leigðum við 200 fermetra á Lamphafi. Og það var rosastórt fyrir okkur, þú veist, þetta var bara dýrt að leigja og allt og stórt húsnæði náttúrulega okkur fannst þetta allt og stórt. Það var bara svo geimur þegar maður kom inn, mann fannst þetta bara galið, sko. Hann er svo mjög hrættur. Já, mjög hrættur. En við ákvaðum þá að stúka bara af cirka 40 fermetra og gera bara verslun og þannig að það svona bjargaði þess aðeins og það er rauninni fyrsta búðin okkar. Já, hún var opin frá 24 alla virkadaga og þá réði við rauninni inn fyrsta starfsmann, svona hluta starfsmann til þess að aðstofa. Og Og munum við árið hvað þetta er? Þetta er 2019 og
svo náttúrulega var þetta bara lítið strax Já. þá, ég man við pöntum milliloft 70 það voru auka fermetrar 70 fermetrar Mhm. ég hendi því upp jólin Mhm. svo kom bara 40 feta gámur af vörum strax Mhm. millilofti bara fullt og þetta var svolítið svona sko. Sko, nú verð ég að spyrja því að við höfum fengið hérna til okkar fólki viðtal sem að hefur glímt við svona vesen með lager og annað. Þau spá rosalega mikið í rúmmetrum, ekki fermetrum. Já. Voruð þið, þú veist, að leita væntanlega húsnæði sem að var hátt til lofts eða hvernig? Já, Við vorum í húsnæði sem var ógeðslega hátt til loft sem var tvöföld lofthæð sko Já. og við nýttum það og þú veist, þú gast ekki hreyft þig Já. þú veist, við djókum oft með það, þú veist, það gæti aldrei neitt stór unni hérna og þú komst bara ekkert á milli kassana sko Æ, einmitt. þannig að hérna, þetta var alveg Jú, og svo pældu við mikið í þessu líka bara með lagerkerfin sko, þú veist, það sé ekki mikið bil á milli kassa, skilur við erum alveg búin að mastera þetta. það hver rúmmetri nýttur sko Já. Já, þannig að, skemmtilegt. Ok, og þið sprengið það af ykkur. Já. já, þá fyrir við í bíli hliðan á leiðum þá að var annar laust bara beint hliðan á okkur Á þessum tíma, þú segir að leiga með dýr, voruð að reyna að kaupa? sko, það var nei, í rauninni ekki sko, ekki fyrir en hérna, milliloftur var að verða fullt það var, já, við vorum búin að panta milliloftið þá hugsaði ég, þú veist, já, við verðum að komast hérðan og við þurfum að komast á eitthvað betri stað, þetta er náttúrulega rosalega úr leið þú veist, þetta er náttúrulega hérna hjá Bauhaus, þú veist, ekki allir sem eiga leið þangað endilega, það var samt alveg fáralegt hvað fólk gerði sér ferðangað, sko. Já, líka opnunartíminn, Já. þetta fyndin opnunartími fyrir búið? Já, 24 Já. alla daga. Nei, 26 26, Já. já, ok. hérna hvað verið að segja? Að þið voru að reyna að fara þaðan, þetta var úr leið. já, Já. og hérna vorum að reyna að finna okkur sem sagt, eitthvað á betri stað en það var náttúrulega bara ekkert í boði, það er bara fáránlegt þú gast finnst fullt af skrifstofahúsnæði fullt af húsnæði sem var svona að 300 fermetrum eða bara 3000 og yfir það var ekkert annað milli og við leituðum alveg í ár og til þess að vöxtur myndi ekki sem sagt, bara staðnaði, við gáttum halda áfram að taka á móti vörum, þá leigðum við þarna húsnæði við hliðin á sem við vorum nú þegar, bara þannig gáttum halda áfram að taka á móti vörunum og hérna við leitum þetta er líka í COVID já, það var, að því komið nú COVID aðan það var mikið að gera hjá okkur í COVID Einmitt. Já, við þurfum að fara sko sérstaklega í það ég ætla að koma að samstagsaðalum, samt sem áður en við förum í þetta er post-COVID og pre-COVID sko hafið, fiskverslun tilbúin matur Til hljótu nú að borða fisk. tilbúin fiskréttir það hlýtur að skipta máli þegar það er mikið að gera Það er ein lykilsetning í dag, Já, mælið með einhver á grillið. Það er að koma vor, já, nákvæmlega spurjið þið og þið fáið góða ráðgjöf í hafinu. Steinbítur, skötusilur, þorsnakkar. Já, allir fjandinn, laxinn líka, bleikjan Hvað er upp á fiskurinn ykkar? sko, mér finnst nætisöldi ísa ókslega góð Já. og fiskur raspi líka ég er voða já, einfalt ég er sko fiskur raspi Já, það er mjög gott. Þorskur væntanlega, er í ísunni eða? bæði, Já, mjög gott, mjög gott. Gefum þeim svona fyrir. Já, nákvæmlega klapp Nákvæmlega Það eru þökkum hafinu fyrir Þetta sparar mikinn tíma, sérstaklega tilbúnir réttindir, mælum með þeim Askja Smartin Eru þið með fyrirtækjabíl? já, Já, og það er ekki smart eða hvað? nei, Þurfa að skoða það reyndar Því ef þið ætla að fara á rafmagn, þá er það smartastum á einu smart. Skoða smartin, já, ekki spurning Líka næstir er komið í viðtal, þá voru komið hérna hlæðslustæði fyrir utan. Þannig að það Já. þarf að vera betra að lífa með rafmagnsbíl heldur en hérna. Einmitt, nákvæmlega farið í öskju, skoði smartin Klappi reppanum í bílnum líka Þið er nú komið með börn. Já, tvö já. Það er hérna refur í mælaborinu, það talaðu við börnin. já, ok, Þannig að þetta er líka rétt hjá ykkur. Næstir er farið hérna upp á lager Já, og vantar eitthvað skemmtilegt í hátinu, eitthvað svona date, að kíkja í öskju og kíkja á refin. já Mælum með. er hann í mælaborinn á bílnum Já, já, bara á skjánum sko Já, Svo bara getur skjár á milli, klappað honum og tala við hann tala við ref og hann prumpar og eitthvað fyrir krakkana. Þetta er fjandinn sko Já. Ég heyri það, smartin, þetta er ekki bara bíl Nei, þetta er líka refur. Já, nokkulega, herðu, ok Nú erum við komin þess að á COVID-tíman Hvenær kaupið þið fasteignina? Já. Er það ekki fyrir COVID eða? Nei það er bara í COVID Já, það er í COVID. Þannig að þú ert að kappaskipta þessu rétt. 2020 farið þarna í nýtt húsnæði, eða ekki? jú, Og hvað, sko, það verður söluspæk hérna 2020 farið úr 66 miljón krónar veltu upp í 176 Það er vöxtur. Hvað er að gerast þarna? Getum við rentað eins yfir það? Áður en við förum í fasteigna Já, já. Hvað gerist þarna milli ára? það er markasetning Já, að einhverju leiti Já. COVID líka held ég að bara spila mjög stóran hlut þarna var náttúrulega bara fólk heima að sér að panta á netinu og einmitt hérna þannig að það var bara gífluga vöxtur
og svo alveg Við vorum búin að við vorum sko, þarna vorum við með nýbyrja að markasetja svolítið svona markvist og og svo kemur COVID og það verður bara brjálega að gera við förum að auka pantanina hjá okkur sko, stækka pantaninnar og þá þetta líka svona inn tækifæri þú veist að það eru stórir aðilar hérna sem að voru ekki að fá sendingar og við náum svolítið að fylla inn í það af því við vorum bara búin að panta fyrirfram Þegar þú segir stóru aðilar, er þá eins og bara heyrðu, útilíf fekk ekki nægsendingu við þurfum að fá meira frá ykkur, er það þannig? sem dæmi Meira magn! Þannig að við erum bara svona náum þar bara gífurlega góðu tækifæri og og þannig náðum við miklum vexti algjörlega og svo alveg fyrir tilviljun þá ég sá alltaf fyrir mér að M-fitness er ekki bara íþróttuföld líka svona æfingatengdu búnaður og við vorum búin að vera með í sölu þú svona æfingateyjur og svona lítinn búnað en já, bara það hitti akkurat þannig á þetta er alveg hálflýlegt að við fengum fyrstu sendingun okkar af lóðum og ketilbjöllum þegar COVID skall á bara tilviljun apríl 2020 eða eitthvað og ég man að við áttum ekki til orð því að sendingin kom gámur og hann var farin út 14 klukkutími sena allir gámur seldist við tókum alla úr gámnum og þá var allt farið úr húsi Var ekki líka ketilbjöllu skortur á landinu? Jú, og þú veist og bara lóð það bara seldist allt upp það var bara fáránlegt sko. Ég man sendibílinn ætlaði ekki að komast upp brekkuna þarna hjá með svo mikið að bjöllur hann var að skýta í sig, þetta var alveg fáránlegt sko. Eitt með bjöllur það er alveg ágætlega dýrar, er það ekki? Hvað kostar, þú veist, þessu 16 kíló bjalla? Er ekki alveg 10 skall? Er ég að rugla? Jú, ekki svo leys Hvað kostar að flytja hann til landsins? Ég nefnilega alveg spáði er ekki flutningurinn á þess alveg ágætlega dýr eða? Jú, og náttúrulega þetta tekur líka pláss, þú veist, allir þessu búnaður þannig að þetta var kannski ekkit svakalega arðbært en þið náðu að velta þessu bara alveg strax út magna talandi það, við erum komin út í svona álagningu, ég verða að spyrja við leitum nú eitthvað líkum að því sko hvað framleiðin hefði aukist á milli ára 2022 er 143% álagning 2020 36, hvað er þetta bara að þið eru að fara úr heildsölu, eða svona ekki heildsölu, hvað segir maður? Jú, þú voru að selja í útlíf yfir í, þú veist selja meir úr eigin búð og netsölu Algjörlega, þú veist, og náttúrulega til að byrja með þá var ég náttúrulega, ég var að selja eitthvað sjálf en mestmegnis var að fara náttúrulega í þessar búðir sem við vorum með og ég náttúrulega var ekkert með eitthvað brjála viðskiptavit til að byrja með en Hannes náttúrulega kemur sterkur inn með viðskiptalögfræði menntunina sína og hjálpar aðeins með þessa framlega útreikninga þannig að Við þurfum að rukka meira ég var aðeins svo góð við viðskiptvinni í byrjun en já Það er bara eins og það þannig byggist upp og líka bara hægraði flutning þetta sko, taka sjósendingar stæðan fyrir flugsendingar varstu mikið í fluginu Það eru tvær hliðar á peningnum sko, það er ekki bara hækka verð allt kom í flugi til að byrja með það er náttúrulega töluvert dýrara það er miklu dýrara sko. Akkurat Þannig að nú tökum við allt með skipi og við höfum svolítið reynt að halda niður þessum kostnaði mitt, þú segir, það eru tvær hliðar á peningnum og það var í raun líka skrefið sem við tókum að kaupa fasteignina var bara leiguverði bara brjálæslega dýrt sko. Akkurat Og er það ekkert mál, eða þú veist, var ekkert mál fyrir okkur að fá að kaupa og því að manni finnst ekkert mikið að iðnaðarhúsnæði vera til sölu Var það bara, þú veist, talið bara við fasteignasala að við viljum kaupa, við erum ekki að fara að leigja Nei, við vorum í heilt ára að leita sko. Og ég var búin að hafa samband á alla fasteignasala sem ég þekkti og enginn hjálpaði mér neitt enginn fann neitt, það var náttúrulega bara ekkert í boði og við vorum búin að finna eitt húsnæði og vorum búin að gera tilboðið það var ekki alveg jafn stórt, ég man ekki hvað var stórt 500 fermetrar, en svo allt í hennu bakkaði sá aðili bara úr bara hætti við að selja og ég man ég fekk bara svona meltdown sko ég bara öskur grét ég og bara þetta er vonlaust hvað verður reksturinn Já, út af því við vorum búin að sprengja hitta og við vorum búin að marga mánuði að leita og var bara bókstaflega ekki neitt og ég hugsaði bara voru kassandi konur heim aftur þarna eða? Nei, reyndar ekki en þetta var samt bara svo erfitt ástand, þú veist að reyna að halda rekstur og reyna að byggja hann upp og þú veist að borga ógeðslega mikið í leigu þú veist og maður sér bara, ég hugsaði bara ég get ekki
halda áfram sem rekstur, ég verð að komast í eigin húsnæði og og hann sá búin að finna húsnæði sem við síðan keyptum á Stórhöfðanum, hann var búin að sýna mér það fyrir mánuði síðan eða eitthvað þegar við keyptum það og ég hugsaði bara nei, þú veist, þetta er hræðilegt. Var það þá locationið eða? Já, húsi bara illa farið og það var innréttað eitthvað 5 íbúðir inn í, þetta er 700 fermetrar og það búið þetta niður í íbúðir og svo verslun í part af þessu og lager, þetta var algjör bara, þetta fór líka bara 3 mánuðir okkur í bara að rífa allt út og gera þetta bara fókelt. Þetta var ógeðslegt, framkvæmdir ofan og allt en það var bara eina sem var í stöðun á þessum tíma sko. Þannig að en þetta er fínt, ég er fegin út af því það er ekki komin eitt skárra inn síðan, þú veist, maður er alltaf að skoða eitthvað sko. Þannig að okkur langaði líka að vera á þessu svæði við hugsaðum með okkur ef við ætlum að fara að kaupa okkur einhverja fasteign til einhverja ára þá yrði þetta svolítið central beint hliðan á húsinu og koma hvað heitir það, Krossmýratorg eða eitthvað Já, borgaralínan Já þannig að sáum svolítið svona þetta getur verið gott location til framtíðar. Já. Eitt mér langar að spyrja, því vorum að ræða skuðin á þann og hvernig þið panti eftir Insight, Excel. Þegar þið selja hennan gám í COVID, hugsið þið þá bara, heyrðu, shit, við getum bara selt ketilbjöllu fyrir einhverja milljónir. Eða föttuð að þetta væri bara one-off. Skiljið, gerðu þið pantanina ketilbjöllum aftur sem að þið sátu síðan uppi með? Nei. Þið svona eiginlega bara áttu ykkur á því, ok, þetta er ekki að fara að selja svona... Sko, ég man ekki hvenær næsta sending kom á eftir þessari, en þetta er alveg fárætt, ketilbjöllur og handlóð það seljast alltaf fárlega vel við sjáum okkur einasta degi handlóð og ketilbjöllur Nú, ok já, og það er bara rífandi gangur í því sko. Og ekkert þá til volklass, þetta er bara fólk að kaupa sér Já, bara fólk að kaupa sér og heimagym og svo Ok, þannig þetta hefur þá bara staðið undir sér Já, okay. og þetta er vara sem er bara svona, þú veist já, bara góð söluvara, þú veist, þetta er eitthvað sem við munum halda áfram með sko, freka bæti og eitthvað sko. Já, ok Áhugavert, heyrðu, aftur að fasteign þér að byggja en búðarekstur þú veist, hvað ákvarðan liggja baki að fara að opna búð eins og Akureyri Það var eiginlega bara svona skynda ákvarðan Það er bara María búin að hafa á baki eira allan enn tíma Nei, eða þú veist, jú, þetta er alltaf draumurinn að vera með flotta verslanir og allt það, en ég veit ekki, ég fæ stundur svona hugdættur og ég akta alltaf á þeim bara strax. Þú veist, ég er ekkert að velta því fyrir mér, þú veist, jú, ég reiknaði upp hvað þetta myndi kosta okkur ef þetta allt væri í vaskinn, sko, hversu dýrt tapið er því, en ég fekk þessu hugmynd, við vorum byrjað að markasetja erlendis, eða svona byrjað, en við bara hættum því og ákveðum að keyra á að fyrstu fundum húsnæðan Akureyri að opna búð þar og sjáum ekki eftir þeirra ákvörðin það er bara nýbúin að opna hana sko. Mikið að góðum kúnum á Akureyri þetta var svona lág vel við sendum mikið netpantanir þangað En hvernig þú veist, þetta hlýtur að vera aðeins annað game þið eru náttúrulega alltaf í húsinu á lagarnum ykkar innan búðina eru ekki núna að þið þurfa að ráða einhvern rekstrarstjóra væntanlega fyrir norðan eða eru það fjárstýrsu hvernig, þú veist, er ekki svolítið svona ný challenge sem fylgjaði að vera með búð 400 km frá Jú, vissilega, en það er bara við erum með gott starfsfólk, þú veist, við erum með í Reykjavík er bara verslunarstjóri sem stjórnar bara versluninni, þú veist, við erum hann innan handar en ég er Þannig að verslunarstjórn hér sinnir líka fyrir norðan Það er verslunarstjóri hér líka fyrir norðan það er bara verslunarstjóri Reykjavík sem sér Reykjavík og Akureyri og svo bara tala þær saman og ber undir mig ef það er eitthvað og svona Og þetta hefur bara farið vel á stað? Já, bara æði sko Og þetta eru búðir sem eru náttúrulega bara opnar, þú veist 8 tíma á dag eða þú veist, þetta er ekki 2-6 mótilið Nei, þetta er bara Við erum frá 11-6 hérna í Reykjavík og á Laugardögum frá 12-4 og svo 12-6 á Akureyri og sama á Laugardögum 12-4 Áhugavert En svona, ok, aftur að COVID-21 þú veist, gerðist eitthvað annað í COVID lendu þið ekkert í aðfanga vesenni eins og aðrir bara framleiðslan, var aldrei neitt vesen Jú. Stoppa pöntunum eða Jú, það var fullt af alls konar challengeum hann náttúrulega hægðist á framleiðsluferlinu þú veist, það tók lengri tíma að framleiða vörurnar vörurnar stóðu stundum á bakkanum tilbúnar en það var bara ekki pláss í skipi og það var náttúrulega gámaskortur líka og þú veist, ég man ekki hvað gámaverðið og fluttingsverðið þú veist, inkrísaði mikið sko, það var bara ríkalegt sko. það fór var bara 6-falt Já, og ég man ég man að ég var að
plana einhverja sendingu til landsins, þá voru nefnilega ekki komið í þess að fyrirframpandanir eða þess að svona season eins og í dag og ég bara verð að fá þessu föt og og aðlendir sem voru vanir að aðræsar flutning fyrir mér, þeir voru bara, já, þetta kemst að eftir 9 vikur vörðna voru tilbúnar það fengi pláss fyrir eftir 9 vikur eða eitthvað, þetta var bara fáránlegt sko. Og hvernig leistist þetta? Þú ert bara að býða 9 eða? Nei, sko, ég fór einhvern veginn í gegnum verksmiðuna hjálpuðu mér ég fór vanalega gegnum Ísland og Ísland sótti vörðna mínar og þannig en þarna breytti ég og tók allt í gegnum Kína, þú veist, þá var ég bara með kínverskan agent sem bara náða að hagraða flutningunum betur fyrir mig og kom hann fyrir að, ég veit ekki hvernig og þannig kom ég til landsins geggja en það var bið samt, en ekki eins mikil Svona agent, er það eitthvað sem þú ert með alltaf eða bara í svona krísu? Sko, er alltaf einhver að sjá þetta fyrir þig sérstaklega út í Kína? Sko nei, en maður getur fengið svolítið þjónustu þú veist, þú getur fengið vera með erlendan aðila sem pekar upp fyrir þig og sér allt fyrir þig en ég er bara góða reynslu af einu fyrirtæki í Reykjavík, þannig að ég bara nota þau og þau eru mjög sanngjarnum verðum og allt hefur staðist alltaf aldrei neitt í vesen og ég kann bara meta það og pluss það var náttúrulega vel íslenskt akkurat, en eru þau þá, myndur þú kalla þetta tollamiðlara eða eru þau bara þú veist, eru þau bara logistics? Ég beði bara tilbúið flutning bara frá verksmiðinni og allaleg heim og svo fæ ég bara aðeins öllum við koma með vöruna í hús til mín sko. Mér finnst bara þægilegast að fá bara verði í allt Hefur þú notað þetta frá byrjun eða? Sko, ég notaði þetta fyrst en reyndar ekki með þessum aðila þessir aðilar voru með svo slæma samninga til að byrja með þegar ég var að byrja reksturinn að ég var aldrei viðskiptum við þá fyrir svona 2 árum eða eitthvað Ég verði að viðkynna, ég vissi bara ekki að þetta væri til á Íslandi Ég hef oft tollamiðlara það er eitthvað svona hjálpaðir held ég þegar varan er komið til landsins Þú getur sendt á alla flutningsaðila á Íslandi sem eru aðræsar flutning til og frá landinu og beðið bara kvót sko. Bara ég þarf þú veist, ég með þannan sófa í Pólandi getur þú veist, að sækja hann þanga getur komað til landsins, hvað kostaði mig þannig að það er ekkert mál sko. En skipti það einhver málið, þú veist hvaða byrgja þú ert með úti framleiðsluaðila eða Ég er enda að Kristín í Tórship er algjör hiti þessum ég talað Er þetta bara agent sem hún ræður og hann kemur sér í samband við bara fyrirtækin úti og án þess að kannski að þekkja þau fyrir ok merkilegt Allt er til að lausna við öllu Heyrðu, ef við tökum ert þú með einhverja lókast? Nei, ég bara aðeins varandi þessi fasteignakaup bara því við tölum það í þættinum að það fór ekkert í arð þetta fór bara í að greiða inn á lánið, þú veist, er það búið að vera meðvituð strategi að greiða þetta eins hratt niður og hægt er? Já, það var bara ákveðið strax Þið viljið ræða það eitthvað frekar? Já, við reiknuðum bara út, við bara hugsaðum með okkur, ok, hvað ráðum við háa vexti og reiknuðum bara svona worst case scenario og það var bara tekin ákveðinu þá bara við bara greiðum þetta niður samt og við getum bara reinvest ég held að það er líka bara margborgaði sig því að svo bara komið sér vaxtahækkun og þetta er náttúrulega fyrir alltaf vaxtahækkanir þegar þetta er á leiðinni þarna upp allavega en það er nú eitthvað eftir, eða ekki, á láninu? Jú en ég held að vextinni séu alveg örgulega búin að tvöfaldast byggilega sko skemmtilegt Mér langar að spyrja ykkur svona day to day hvað horfið þið á í rekstrinum? Eru þið bara inn á shop eða þú veist bara hvernig svona eins og núna við erum að trufla ykkur í byrjun dags til að taka upp þetta viðtal eru þið að taka saman í lókdags hvernig gekk eða í byrjun dags þú veist horfið á sölutölur eða hvað eru metrikarnir sem þið horfið á dagstaglega sem stjórnendur og eigendur? Ég horfi bara dagstölur þú veist hvernig ég spyr Hannes oft Einar og tjekka hvernig dagurum fór þú veist með við fyrra og þannig þú veist bara kíkir hann á það en svo líka erum við með mánaðar þú veist bara og við setjum alltaf markmið með starfsfólkin okkar þú veist við erum með markmið þú veist við ætlum að ná þessu núna og setjum bara svona áherslur og svo erum við bara alltaf að reyna að finna þú veist bara tækifæri hvar getum við gert betur þú veist við erum náttúrulega ég vil segja við sem lítið fyrirtæki og þú veist kostnaðurinn við þú ætlar að gera eitthvað meira en að gæslappa þú veist meiri markasetning og hann bara ógeðslega dýrt eða fá einhvern aðalega í eitthvað tengt vefsínu bara ógeðslega dýrt þannig að við höfum einhvern veginn alltaf reynda þú veist halda vel á spöðunum í þessum málum og reynda að gera sem mest sjálf og þá kemur sterkt inn að fá gott starfsfólk og vera með þú veist hvetjandi fyrir starfsfólki að að selja að leggja sitt á mörkum og við höfum reynda bara svolítið svona einblín á það í þessu
En er þetta ekki einmitt frekar þægilegt? Þeir eru að fá þá allar upplýsingar úr Shopify, eða ekki? Jú. Já, sem eru náttúrulega komið með geggjaðar skýrslur og Já, og svo vorum við með bókaldskerfi sem við vorum með áður en við skiptum í Payday þar sem þú gast líka sér heildsöluna og það heildsölan fer náttúrulega ekki í gegnum Já, nei, það er bara að senda reikningar og Já, þið verðið mjög hrifin þegar þið farið að sjá það year to date og samanburðið árið undan og svona Já. Þið megið vera mjög spennt Já, ég held að þú veist, erum við að gleyma einhverju? Það er kannski eitt hérna, útrás Þú talaður það, voruð ekki byrjað að selja erlendis? Er það bara alveg af? Jú, sko, við seldum einu sinni sendingu til Noregs, það var í fyrra og þar voru 3 strákar, 1 Íslendingur og 2 norskir menn sem keyptu þrotabú af mér, var það ekki? Jú, mér minni það Og voru reyna að byggja það upp og heldur ennþá að því að og selja fitnessvörur en það hefur ekkert meira orð úr því því miður Keyptu þið þrotabú þá fyrir einhverja íþróttavöruverslun? Já, það var eitthvað svona heilsu, alls konar prótein búnaður, föt, eitthvað og voru reyna að byggja það upp og held ég ennþá að reyna það En sko, já, og bara til að summera þetta við erum búin að taka núna 10 ára sögu á 50 mínútum hvað eru næstu 5 ár hjá M-Fitness? Haldið þið munir reyna að selja út eða er það bara fókusur á Ísland? Sko, ég vil meina að ég alltaf tækifæri hér sko Já Þannig að en ég held að vera alveg örugglega einhver útrás Já 100% útrás, engin spurning Já Skemmtilegt Stórt Ég með fleira Ég vildi samt koma að Síminn Pay Já Áður lengra er haldið Þau eru að kynna tilleiks algjöra byltingu Núna fyrir fyrirtæki sem að þið kannski ættu að kannast við fyrirtækjakortin frá Síminn Pay Þarna getur þú bara þú getur greitt, þú getur tekið myndakvitturinn það er komið inn í kerfið þú getur gefið út nýtt kort á einhvern starfsmann á deildir og sett heimild og tímastilta Þið getur skilgreint búðin á Akureyri með sérkort Já, það er nákvæmlega þannig Þið verða að skoða þetta sko Síminn Pay og þessar gömlu góðu beiðnakerfið það heyri sögunni til þegar þú komum inn í Síminn Pay rafrænu beiðnirnar það er búið að vera mikið fuss í kringu það en Síminn Pay leysi það af hólmi beiðnabókina gömlu góðu nú að lokum kreditinfo KYC áskriftin get ekki mælt meira með Þið sleppir nú örglega það Þið þurfum ekki að setja kuna í áræðanleika konun Nei, þið eru með erlend Er þið mikið að díla við kassa? Er fólk að mæta með umslög að kaupa vörur? Ekki mikið Nei Aðalega kortin sko Já, aðalega kortin Þannig að sennilega mynda ekki gagnast ykkur en mörg fyrirtæki að núti sem að hefðu gott að því að taka svona B2B taka kúnan í test Já, það líka Vilja hafa þessa áskrift Innan að maður mæti með 300 skall í kass og ætlar að kaupa nokkra vörur þá geti sett hann í áreiðanleika konum með kreditinfo og þá er það allt upp á borðum Þökkum Síminn Pay og kreditinfo kærlega fyrir Sko, ég vildi koma aðeins inn á samkeppni Það er held ég óneitanlega M-Fitness, þetta er kannski svona fyrsta íslenska íþróttalínan eða hvað, er ég að rugla þar eða? Sko hands-on eða sko svona í þessu formi sem að svona sprettur út frá kannski svona samfélagsmiðlum og þannig svona Þetta er kallað D2C, direct to consumer Þú ert svona fyrsta stað Þetta er að spretta upp eins og gorkúlur núna, finnst manni Við höfum séð Meta og fleiri, þú veist, hvernig lítið á þessi merki? Hvernig lítið á samkeppnina? Hvernig er landslæg? Það var náttúrulega verið aðrir í gegnum árin líka Já, það var undan okkur sko Komið og farið? Já, komið og farið og ég held bara öll samkeppni er bara frábær sko bara heldur mann á tánum og lætur mann vilja gera betur Þannig að ég hef svo sem ekkert að kommenta á aðra sko Það er bara allir að gera sitt og no pláss fyrir alla Já, algjörlega, no pláss fyrir alla og svo erum við bara með ólíkar áherslur Ég er bara ógeðslega ánægð með hvað M-Fitness stendur fyrir og það er vörúrval sem við höfum upp á að bjóða Gæðin okkar er náttúrulega eitthvað sem ég ætti kannski að koma inn á Við erum með gæði sem held ég fáin ef við þori að fullira sem bara gæðin okkar matcha ekki um neitt annað það er bara þannig og það held ég að styðji bara svolítið við vöxtinn á M-Fitness gegnum árið það er bara tvennt það hefur alltaf reynt að halda verðinu góðu og gæðunum mjög góðum og þetta er bara svona ég held að þetta sé bara eitthvað tvennt sem þú mátt ekki klikka Það vantar þess að dadbot peysu þannig að ég fer að kaupa en þú veist maður hefur bara heyrt það í kringu sig mitt að þú veist buxurnar eru það góðar
að þú kaupir hana aftur, þú veist, þegar þetta úr sér gengi eftir einhver x ár, þú veist, og það mjög góð auglýsing. Já, algjörlega. Og það eiginlega bara gæðin að tala. En hvernig þetta föt versus bara svona heima gyms tæki og annað, þú veist, hvernig skiptingin á þessu? Ef maður spyrja, þú veist, náttúrulega meiri hlutin væntanlega föt, en eru þið að hugsa að, þú veist, þetta ganga það vel með heima gym dótið að hugsa að stækka eitthvað við ykkur í þeim flokki eða breiða það eitthvað meira út? Já, við höfum alveg veltið fyrir okkur sko, en það bara plássleysið. Plássleysið, já. Þeir eru aftur búin að sprengja það. Fara jáfnvel í hlaupabrettin eða eitthvað svona? Já, við erum búin að fá pröfur á hlaupabrettum. Það er alveg hreinskilið. Ok. Það langt síðan, ég er enda búin að selja þið til vina og vandamanna. En það sem stoppaði það var bara plássleysið sko, þegar þú ert með svona flott tæki og viltu náttúrulega geta presenta þau vel, þú veist, vera með plássu fyrir þau, ekki þetta sé eins og kaupfleið, skiljið. Þannig að við sögum passu því í bíli allavega, en svo veit maður ekkert hvað framtíðin byrja skauti sér. Áhugavert. En er einhverjir fleiri flokkar svona sem að þið hafa auga á? Þú veist, þetta eru kallar, konur, börn, svo eru þessar heima íþróttavörur, hlaupabretti. Er maður að gleyma einhverju, þú veist, sem að þið hafa auga á? Skó, já. Við komum í fyrstu skóna núna bara fyrir mánuði síðan. Tæpum mánuði. Það er bara svona... Eru það þá hlaupaskór? Nei, þetta er bara svona sníkarar, svona hversdagsskór. Er það þá selt bara eins og GC, bara eitthvað að koma 100 pör og 50 skall parið? Nei. Við erum ekki þar sko. Við viljum bara, þú fáir góða vöru fyrir sanngjarnan pening. Og það er það sem M-Fitness hefur alltaf staðið fyrir. Var það challenge fyrir þig að byrja hana skó? Sko, ykkur að segja, þá fekk ég fyrstu skópröðuna bara þegar við vorum að lampa við, þannig að það er alveg orðin nokkur ár síðan sko. Já, þannig að þetta er búið að taka sinn tíma sko. Já, og er þetta flóknara heldur en bara framlega peysu eða leggings? Það er allt flókið að gera í fyrsta skipti. En svo þegar þú ert búin að gera það einu sinni þá verður þetta alltaf auðveldara. Þetta er bara eins og læra eitthvað nýtt bókhaldskerfi eða eitthvað kerfi, skilurðu. Þú mætir nýtt starf, þetta er bara ógeðslega erfitt fyrstu vikurnar, mánuðina kannski. Svo eftir ár þá ertu alveg strax voru miklu betra. Og það er, hvað segir, mánuður síðan að fyrstu skotin kom í hús? Já, í sölu, já. Sæmilegt R&D þarna á bakvið, 5 árið eitthvað. Sell me the shoe, hvað er það með einhverja púða í hælnum? Já, dúna mjúkir, þess að lappa á skíi. Og ég ríð þeim, sko, vil ég sjá. Það er svolítið skítur, ég er búin að vera í þeim svo lengi. Þetta er alveg. Og hvað er brandið? Heiti ekki allar vörurnar eitthvað svona? Já, þeir heita Kelly. Já, og þetta er bara þetta er hérna bara svona hversdagsskór og með endurskinni og passa, og ég var með í huga ég vildi gera hérna íþróttaskó eða svona, þú veist, hversdagsskó sem eru passa bæði við leggings og þegar þú ert sporti en þú getur líka verið í þeim við kjóla. Fattu mig. Og það er rosa mikið og hefur verið lengi tíska að vera bara í kjól eða einhverju og flottum stríðaskóm. Þannig að ég hafi það í huga. Arnar er einmitt einu svona ári með event þar sem hann klæði sig eins og kona þannig að ándjóks, það er rétt. Þú getur fengið svona skó. Já, þú er flottur í svona sníkar. Er það ekki rétt hjá mér? Ég er ekki ljúanur. Það er alveg rétt hjá mér. Nei, það er ekki rétt. Já, Júri, er reynda þegar þú segir það. Þá förum við yfirleitt í svona búningagólf og þannig búið að vera furðu oft hérna. Þú ert alltaf klæddur í kjól. Já. En þú verður þá bara í kelliskóna. Já, ég skoðaði kelliskóna, ekki spurning. En ok, það er alltaf fullu. Já, ég sé þetta hérna, þetta kemur vel út á síðunni. Já, þetta lítur helviti vel út. Þetta er góði skór. Já, hvetjum fólk til að kynna sig þetta, ekki spurning. En já, ég held að sko eitthvað frá ykkur já, það var kannski það sem ég vildi fara yfir hérna undir lokin. Eitthvað þáttinn, þú veist, hvað var stærsta skítan í umfjölduninni? Vorum við að skíta á okkur einhver staðar eða hvað? Veit okkur aðhald? Nei, ég man ekki mjög skemmtilegu. Var þetta bara upp á 10? Já, ég hló ógeðslega mikið, þeir eru ógeðslega fyndnir. Takk fyrir það. Nei. Og áréttist það hér nú, ef einhver átti eftir að heyra að ég var ekki að fara í gegnum póstinn hjá okkur eða bréfaskipti. Við töluðum saman fyrir þátt, þannig ég fekk gott info. En þú veist, þið sem frumkvölar, hvað hérna bara ykkar svona leksja til þeirra sem er að byrja í dag, vilja gera eitthvað? Hvað ráð? Bara hoppa og byrja. Ef þú ætlar að vera að hugsa að gera hlutina, þá gerist náttúrulega ekki neitt, sko. Þetta er bara svona með allt, þú veist, það er aldrei rétt í tíminn, sko. Nei, akkurat. Bara do it now eða slöfti því og sjáðu eftir því að ég lifi. Já, og svo held ég að þetta sé svona tímapunkturinn sem að þú einmitt þarft að hætti vinnunni til þess að snúa alfarið dótinu. Það er mjög mikilvæg tímapunktur, sko, því að ef þú ferð ekki all in, þá
verður þetta ekkert Ertu með einhver heilræði hvað það var þar? Já, Þú veist það er bara kannski- að þú ert í dálítið sérstakri stöðu svona, sem að einhverjir upplifa, ekkit langt frá því allir að vera í fastri vinnu og velja á milli þess að fara í rekstur eða halda áfram, þú veist, hvernig varst þú lengi að meta þetta? Var þetta búið að malli þér í 2 ár eða? Já, lengi á mér Sér eftir að hafa ekki stokkið fyrir þá eða? Eða var þetta bara fullkominn tímapunktur þegar þetta gerðist? Ég held að þetta hefði bara verið fullkominn tímapunktur Þetta var svona Það hefði alveg máttu vera fyrir Þetta hefði mátt vera fyrir það var þrýstingur andvaka hérna Nei, en samt í alvörinni tala, þetta var þannig að þú veist, maður vaknaði með börnunum, kom þeim í skóla og leikskóla, fór í vinnu, vann til 4, var með börnunum heima þar til þau fóru svo klukkan 8 og svo fórst að vinna og þú vannst til miðnættis 1 og þetta hefur verið þannig í mörg ár ég held að fólk gerir sér ekki alveg grein fyrir því og svo var hann í vinnu, þú sömuleiðis vaknaði á mótnana, fór síðan í vinnuna vann til 4, hálf 5 eða þú veist, við vorum heima með börnin og svo var hann líka vinnandi, skilji þú veist, þetta er bara þú veist, það er ekki, þú veist Þetta er slítandi þetta er ógeðslega slítandi og þetta var alveg komið, þú veist, ég var alveg að bugast oft á tímabili, þú veist, bara til að vera hreinskilin, sko Þannig að, já og svo hætti ég vinni og þá opnum við búð á Akureyri og keiftum aðra búð á Egilsstöðum þannig að verkefnin er ekki færi Nákvæmlega En þið hafið þá allavega þennan tíma milli 8 og 4 þá væntanlega til að vinna alveg full time í þessu geggjað og líka annað, þetta litla skref sem ég var svo mikilvægt að þú byrjaði sem einkaþjálfari sem þú veist, svona fyrstu skrifin sem verða þessu þannig að líka fólk sem að hlusta krakkar, háskóla, annað, þetta þarf ekki að vera stærsta skrifi fyrst, sko, bara komið ykkur í það að gera eitthvað algjörlega og gera eitthvað með, þú veist, maður getur verið í vinnu þú veist, og vera að gera eitthvað svona sjálfur hann í sætt og sama hvort þess að selja einhverja myndir eða þú veist, taka þér gerfineglur eða engaþjálfin eða whatever þú veist, reyna að gera eitthvað sjálfur þú veist, ég hvet alla til þess Já, það er bara mjög góð orð Mjög góð lokaorð Er það ekki? Jú, bara Marí og Hannes, kæra þakki fyrir komuna gangi ykkur allt í hæginn alltaf að segja Erum við með eitthvað fleira að lóka með? Erum við bara að slúta þessu? Takk í dag og góða helgi Takk hérlega fyrir Takk fyrir að fá okkur Já, bara minnst það